Ég heiti Ragnar Hlín Þorleifsdóttir og ég húðsjúkdómalæknir á Húðlæknastöðinni og ég ætla að ræða við ykkur börn og húðvörur. Við höfum flest öll orðið var við nýja tískubylgju sem hefur vaxið stórlega síðustu 2 árin, en vaxandi fjöldi barna og unglinga eru farin að tileinka sér mjög flókna húðrútínu. Við erum að sjá börn allt niður í 7 til 8 ára aldur sem eru farin að sýna húðvörum mjög mikinn áhuga og jafnvel að óska eftir snyrtivörum og húðkremum í gjafir eða frá foreldrum sínum. Ástæðurnar fyrir þessari þróun eru nokkrar, en þær helstu eru líklega aukið aðgengi barna að samfélagsmiðlum, vaxandi markaðssókn snyrtivörufyrirtækja og auðvitað þörf barna fyrir að falla í hópinn. Áhrifavaldar á samfélagsmiðlum hafa einnig mikil áhrif þar sem þeir keppast við að auglýsa hinar ýmsu húðvörur og markaðssetning húðvara hefur aukist stórlega, en eins og við vitum að þá laðast börn sérstaklega að áberandi og litaglöðum umbúðum. Almennt fögnum við húðlæknar því að ungt fólk er betur upplýst mikilvægi góðrar húðumhirðu og að það sæki sér fræðslu á samfélagsmiðlum, en þar er einnig mikið af röngum og misgálegum upplýsingum að finna. Húðlæknar víða heim sem á Íslandi hafa lýst yfir áhyggjum sínum af þessari þróun og margir foreldrar. Því miður eru allt of margir foreldrar sem eru einnig ómeðvitaðir hvaða vöru börnin þeirra eru hreinlega að nota og ýta jafnvel undir notkun húðvara sem enga veginn henta ungri barnshúð. Nú er svo komið að stór keðja apóteka í Svíþjóð sem heitir Apótek Hjertat riðið á vaðið og bannað hreinlega sölu á ákveðnum húðvörum til barna yngri en 15 ára nema að þau séu með samþykki frá foreldrum sínum eða greind af lækni með ákveðin húðvandamál. Þetta felur í sér meðal annars vörur eins og C-vitamin, serum, sýrur og retinol. Hugsanlega munu fleiri fyrirtæki fylgja á eftir og vonandi í framtíðinni verða settar skýrar reglur hvað megi selja börnum undir vissum aldri. En af hverju ættu börn ekki að nota sömu vörur og við fullorðnir notum? Það er vegna þess að barnshúð er mikið viðkvæmari en húð fullorðna. Húðin er samsett úr 3 húðlögum, það er fitulagið, leðurhúðin og svo efst höfum við yfirhúðina. Yfirhúðin okkar er svokallað varnalag húðarinnar sem verndar húðina og okkur sjálf fyrir utanaðkomandi áhrifum, efnum og örverum. Yfirhúð barna er móttækilegri fyrir innihaldsefnum í vörum þar sem hún er þynnri, hún er opnari og hún drekkur í sig meira af því sem er sett á hana. Margar húðvörur og innihaldsefni í þeim geta raskað varnalagi húðarinnar hjá börnum og sérstaklega húðvörur sem eru með mikla virkni eins og retinol og sýrur. Röskun á varnalaginu fylgir oft þurrkur og roði og bólga, en getur orsakað ýmis önnur vandamál. Dæmi slík vandamál eru bólgusjúkdómar eins og eksem, rósóði og perioral dermatitis. Það er aukin tíðni á snertiofnæmi. Samkvæmt rannsóknum eru unglingsstúlkur með aukna tíðni snertiofnæmis vegna útsetningar fyrir til dæmis rotvarnarefnum, ilmefnum og öðrum ofnæmisframkallandi efnum í húð og snyrtivörum. Því fleiri vörur sem eru notaðar, því meiri líkur eru á ofnæmi. Húðsýkingar, röskun á varnalaginu getur einnig raskað viðkvæmri húðflóru húðarinnar og það eykur áhættu á sýkingum. Og síðast en ekki síst getur húðin orðið fyrir auknum skaða vegna útfjólublárar geislunar. Laskað varnalag er mun móttækilegra fyrir skaðsemi útfjólublára geisla og sérstaklega sólbruna. En eins og við vitum að þá er stór hluti af þeim sólarskaða sem húð okkar verður fyrir á ævinni á barns- og unglingsaldri og afleiðingarnar eins og til dæmis húðkrabbamein, sólarskemmdir, litabreytingar og hrukkur koma svo síðar á ævinni. En hvaða vörur er þá í lagi að leyfa börnum að nota og hvaða vörur eigum við að forðast? Því miður er málið ekki svo einfalt að það sé hægt að búa til lista yfir efni sem að börn undir 18 ára aldri eiga að forðast eða lista yfir efni sem eru algjörlega í lagi. En til þess að einfalda þetta mál getum við flokka börn niður í börn undir kynþroskaaldri, unglinga með heilbrigða húð og svo unglinga með einhvers konar húðvandamál. Í stuttumáli sagt er í rauninni þrennt sem að öll húð þarfnast.
Það þarf að hreinsa hana kvölds og morgna, við þurfum rakakrem og svo sólavörn þegar við á. Börn undir kynþroskaaldi þurfa enga sérstaka húðrútínu, en það gott að þrífa húðina kvölds og morgna með þvottapoka, nota einfalt ilmefnalaust rakakrem sem hentar þó ungri húð og svo steinefna sólavörn þegar við á. Allar aðrar vörur geta hreinlega haft skaðleg áhrif á húðina. Og ef við skoðum hvaða húðvörur og innihaldsefni sem eru óþörf fyrir börn, þá það í fyrsta lagi allt sem heitir anti-aging, C-vitamindropar eða serum, öll retinól, nánast allar sýrur eins og ávaxtasýrur, salicylsýrur, mjólkursýrur og mandeliksýrur, allt sem heitir peptíð og vaxtaþættir, húðvörur með miklu alkóhólinnihaldi, ilmefni og ilmkjarnaoljur og svo í rauninni allar vörur sem innihalda mikla lykt. Hins vegar á kynþroskaskeiði þá fer hormónastarfsemi líkamans í auknum mæli að hafa áhrif á húðina og fitukirtlarnir fara að framleiða mun meiri olíu sérstaklega á tíðasvæði andlitsins. Í raun töluvert ójafnvægi á þessari framleiðslu hjá flestum úlingum og það ýtir undir stíflur í fitukirtlunum og bólumyndun. Húðflóran breytist líka mikið á þessum árum þar sem að margar húðbakteríur sem lifa á húðin okkar nærast á olíunni. Flestir úlingar, ef ekki allir, fá einhverjar bólur en það mismikið og misjafnt á hvað aldrei það byrjar. Sumir geta byrjað að fá bólur 10 ára, aðrir ekki fyrir 16 ára. Og svo eru enn aðrir úlingar sem eru jafnvel með þurra eða eksemgjarna húð og þeir þurfa að fá allt öðru þessi húðvörur heldur bólugjörn og olíukennd húð. Þess vegna getum við ekki ráðlagt öllum úlingum að vera með nákvæmlega sömu húðrútínu. Úlingar sem eru farnir að fá stíflur eða bólur ættu að halda sig við olíulaus rakakrem eða rakakrem sem innihalda seramíð og nota húðhreinsa sem losa dauðar húðfrumur og umfram magn af húðolíu, til dæmis vörur sem innihalda salicylsýru, glýkóliksýru eða mandeliksýru. Húðlæknar ávísa auk þess gjarnan sterkum retinólum til úlinga, til dæmis differíni, til þess að vinna á bólunum og þar að leiðandi í lagi fyrir úlinga með bólur að prófa retinól sem fást án lyfseðils svo lengi sem þeir fái leiðbeiningar sem þeir geta fylgt. Innihaldsefni í vörum sem í lagi fyrir unga olíukennda húð eru til dæmis seramíð, hyaluronssýra, niacinamíð, aceliksýra, allar ávaxtasýrur eins og glýkóliksýra, salicylsýra og mandeliksýra og svo retinól með leiðbeiningum og ef raunverulegt húðvandamál til staðar. Ef úlingur hins vegar með þurra eða eksemgjarna húð mikilvægt að leggja áherslu á húðhreinsa fyrir viðkvæma húðgerð, jafnvel olíuhreinsa og gæta að hafa rakakrem sem inniheldur hæfilegt fituinnihald. Einnig mikilvægt að halda sig þá við einfaldar og lyktarlausar vörur þar sem fólk með viðkvæmt varnarlag húðar eins og eksembörn fá ofta snertiofnæmi heldur en aðrir. Þessir úlingar þurfa algjörlega að forðast vörur sem eru bóluvörur, allar sýrur og retinól. Til þess að taka þetta saman þá þurfa börn enga flókna húðrútínu eða margar vörur. En það gott að hreinsa húðina, nota einfalt rakakrem og sólavörn þegar við á. Úlingar hins vegar þurfa að koma sér upp einfaldri rútínu, sérstaklega ef að húðin olíukennd eða bólugjörn, en þessi húðumhirða þarf einungis að innihalda nokkrar velvaldar vörur. Auk þess mikilvægt að foreldrar séu góðar fyrirmyndir fyrir börnin sín og taki samtalið þetta mikilvæga málefni. Húðin stærsta líffæri okkar, hlúum vel að henni.